komi. Ef ekki að rísa á fætur og lofa Guð saman. Halleluja. Það lofa Guð í dag. Halleluja. Það gott að lofa Guð. Ekki satt.
lausn og hjálp, hjá þér ég finn, í sérhvert sinn, hjálpar hönd og miskunn. Og þegar leið ég þreytist ekki, nýja þrótt hjá Guði finn, því treyst ég get og mína von á Kristi sinn. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Ást þú gafst, því elska get, þú fyrirgafst, ég fyrirgef, þín ást allt, þú fyllir líf mitt von á ný. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Því þitt ríkið, því þitt ríkið, þú ljósið sem lýsir best. Því þitt ríkið, því þitt ríkið, þú ljósið sem lýsir best. Því þitt ríkið, því þitt ríkið, þú ljósið sem lýsir best. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Halleluja. Velkomin í húsið í dag. Gaman að sjá ykkur. Og gleðilegt árið. Herra, við ætlum að byrja að biðja fyrir bænarefnum, við gerum það nú.
Jesús, ég þakka þér fyrir það að þú ert hér í dag. Að ást þín er endalaus, Jesús. Ást þín, hún er endalaus og hún bara getur gefið okkur allt sem við þörfnumst, Jesús. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús, að öll þau bænarefni sem við höfum í huga okkar og berum fram til þín í dag, að þú mætir þörfum okkar, Jesús. Þú kemur inn í líf okkar, Jesús, og þú læknar þá sem lækna þarf. Og þú frelsir þá sem frelsa þarf, Jesús. Við þökkum fyrir að þú ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og þú hjálpar okkur í vikunni að bara lifa út það sem þú hefur sagt okkur að gera, Jesús. Takk, Jesús, í Jesú nafni. Amen. Það er nóg að gera í kirkjunni í vikunni. Byrjar að unglingarnir ætla að hittast klukkan 6 í kvöld, þannig að allir sem eru á unglingsaldri velkomnir endilega. Svo er náttúrulega konuhópurinn á miðvikudaginn og bænastund á þriðjudaginn klukkan 6. Þannig að allir sem ekki vilja koma og biðja saman, það er mjög gott fyrir kirkjuna að hittast og biðja, svo við séum í einum anda. Það er mjög gott. Og svo bara aftur næsta sunnudag klukkan 12. Þannig að, endilega verið velkomin á allt sem við höfum í boði. Svo ætla ég að tala um það að gefa í dag og ég ætla að lesa fyrir ykkur í síðara Korintharbréfi 9. kafla, versi 6-8. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita þér allar góðar gjafir ríkulega til þess að það þér í öllu ávallt hafi allt sem þið þarfnist og geti sjálf veitt ríkulega til sér hvers góðs verks. En það er gott að gefa. Það á að vera gott að gefa. Stundum er það áskorun að gefa, en það er samt gott. Þannig þá sáum við inn í Guðs ríkið. Þannig að hér eru upplýsingar þetta að gefa og svo er pósið þannig aftast. Þannig að endilega. En höldum áfram að lofa Guð. Amen. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. My shame is gone, I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Halleluja, Fader. Halleluja, Jesus. Þú ert verðugur drottinn minn. Þú ert verðugur að fá allar lókir okkar í dag, drottinn minn. Halleluja. Þú hinn hæsti. Þú hinn hæsti, drottinn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Fader. Halleluja, Jesus. Heyrið þið, veröldin öll megi sig, sérhver sá, jörð, tungl og sól, já, til þig.
heyri þig. Veröldin öll megi sig, sér hver sá. Jörð, tungl og sól játti þig. Ekkert hindrar mig. Þig lofa mig og í sannleika ég tilbið þig. Röddin þínar hver mér frá. Ég vil vera nær þér, vil vera nær þér. Röddin þínar hver mér frá. Ég vil vera nær þér, vil vera nær þér. Syng til og halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Syng til og halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Syng til og halleluja,
Stöðugt meira sér hver dag.
Shika prasalmanandra dolomanandra doshi. Imbor lomanandra manandra doshi paralamanandra doshi kabra. Ikom brotolomanandra doshi paralamanandra dalamanandra. Intro lomanandra manandra doshi kaparathalamanandra doshi paralamanandra. Intro loko brotolomanandra doshi paralamanandra. Om pradoshi paralamanandra. She para la manandra sa she para la Shika para la manandra doshi para la manandra. Dróttir minn, þakka þér fyrir að fá mig að koma saman í þínu nafni, dróttir minn. Þakka þér fyrir að fá mig að koma saman hérna inn á smiðjuvegi, dróttir minn. Kom brotur og brotur sí para la manandra manandra. Við þakka þér fyrir það að þú ert hér. Kom brotur sí para la manandra doshi para la manandra. Ímbor lo manandra doshi para la manandra. Dróttir minn, þakka þér fyrir að þú ert upphaf og endir alls, dróttir minn. Kúpra lamanandra það sitra manandra það barðalanda. Þú ert ástæðan fyrir að við erum hér. Þú ert ástæðan fyrir að við lifum. Og þú ert ástæðan fyrir að við munum lifa. Kúmpra lamanandra, imbro lomanandro, imbra þakka bara lamanandra. Kýmbrót og sípra lamanandra. Kýpro lomanandro, imbrót og síka bara lamanandra, það sípro lomanandro. Kýmbra lamanandra, það sitra manandra, það bara lamanandra. Dróttir minn, ég vil bara fá að tala lífin í þessa kirkju, dróttin, fyrir árið 2026. Kúmbra lomanandro, það sípra lamanandra, það samanandra lamanandra. Dróttin, ég tala henni líf hvers og eins. Kúmbra lomanandro, það sípra lamanandra, það. Endurreisn,
Kumbro lomonondro do shika pralamanandra. Umbro lomonondro do shika pralamanandra. Imbra lamanandra dasamanandra. Að það sem hefur verið brotið mun vera sett saman. Að það sem djöfullinn hefur stólið, því náum við tilbaka. Kumbro lomonondro do shika pralamanandra. Imbra lamanandra. Að tími fyrir værukærð liðinn. Kumbro do shika pralamanandra. Óbrot og sítra manandra. Dóttir, ég þakka þér fyrir það að þetta árið þar sem kirkjan stendur upp og stendur föst á þínu orði. Við munum ekki berast vegna vindana, Drottinn minn, heldur munum við standa tein rétt. Og það sem að þitt orð segir, það mun vara. Amen. Þið eru frábær og gleðilegt ár. Það er ekkert betra en að vera með svona forstöðumann sem getur spilað undir og verið manni svona til halds og traus. Hálfdán, ég er þakklátur fyrir þig. Þegar Hálfdán talaði síðast, þá talaði hann þá myndist hann á það hvernig við ætlum að bregðast við kringumstæður sem koma gegn okkur. Af því við ráðum ekkert við kringumstæður, þær verða bara. En við getum svona tekið ákvörðun það hvernig ég ætla að taka á móti. Er það ekki? Og hann myndist á það hvað ætlar að gera ef þú skildir missa vinnuna þína. Og þá hugsaði ég, ok, næst þegar ég að tala, þá get ég allavega sagt frá því hvað ég gerði þegar ég misti vinnuna mína. Þannig ég ætla að byrja á að fara aðeins yfir 2025. Það verður svona stuttlega vitnisburður. 2025 byrjaði þannig að við eignuðumst hvolp og það er náttúrulega ekkert mál eiga hvolp. Það vita allir sem hafa átt hvolp. Og ég tala nú ekki þeir sem hafa átt border collie. Þeir vita að þeir geta alltaf setið mjög rólegir, slakað á einhvern veginn og þeir eru ekki eins og eldibrandur allan daginn. En þannig var okkar hvolpur, eins og eldibrandur. Og bara allt í lagi. Við höfum gaman á honum, en við vitum líka að þetta er bara hvolpur. Stuttu seinna, eða í upphafi, kannski fara aðeins tilbaka, 2004 var svona námskeið í vinnunni hjá mér, þar sem ég var að vinna. Og vegna þess að það var svona almennur leiði í vinnunni. Og það er bara allt í lagi. Það er náttúrulega ekki í lagi, þess vegna voru með þetta námskeið. En námskeiðið var og fólk var svona beðið að segja hvar sérðu þið eftir 4 ári eða 5 ári eða 10 ári eða eitthvað. Og það var einn í öllu fyrirtækinu sem sagði ég sé fyrir mér að enda bara starfsferilinn hjá DK. Hjá DK. Sem að, þú veist, í dag gerir ég ráð fyrir að þessu fleiri komin á annar stað því að þetta námskeið var í gangi og fólk hefur fengið aðstoð. Og ég var þessi sem að skrifaði þetta. Ég sé fyrir mér að vera þarna þar til starfsferlinum líkur bara. Svo kemur febrúar 2025 og mér er sagt upp. Þannig að það er svona eins og topparnir hafa ekki farið á þetta námskeið. En hvað gerir maður þá? Ég var pirraður í svona 7,5 sekúndu. Vikuna áður en þetta gerðist þá sagði Veigló, nú eru kennarar að fá töluvert betri laun, þú ert sennilega að komast á sömu laun og ég er á og á ég ekki bara að fara að slaka á og fara að vinna í bónus eða eitthvað. Þannig ég var bara komið með þreytu á þessu. Svo mér sagt upp og ég byrja bara á að þakka fyrir mig, fer á kveða alla vinnufélagana, fer svo út í bíl og ég horfi svona, ég sit í bílnum mínum sem ég var mjög þakkláttur fyrir að fá eiga annan bíl. Lyfti höndunum og sagði, Drottinn, ég hef aldrei upplifað þig loka dyrum eins áberandi honum.
Það var svo augljóst að þetta var ekki vinnufélagarnir eða starfsmannastjórinn eða yfirmaðurinn minn eða einhver sem var að taka í taumana þarna. Það var bara svo augljóst. Og ég sagði, vegna þessa, þá ætla ég ekki að leita nýrri vinnu. Ég geri ráð fyrir að þú setur opnað aðra dyr. Og þú bara sýnir mér hana og ég geti bara farið þar inn. Og það leið ekki á löngu. Þetta var nota bene eina bænin sem ég bað fyrir þessu málefni. Af því að mér fannst bara ekki þörf á að endurtaka þetta. Í kjölfarið nokkrum dögum síðar, að þetta rifjaðist upp, þetta kemur alltaf á Facebook, þá hringir samkeppnisaðili Tekó sem heitir Regla í mig og spyr mig hvort þessi til að koma í viðtal. Þeir séu ekki að ráða fólk, en að því að þeir vita því að ég er á lausu þá voru þeir til að fá mig í viðtal. Og þar fékk ég vinnu. Sömu laun, minna stress og bara meiri gleði. Þannig ef einhver getur tengt við þetta, þá má hann segja amen. Ef þeir sem ekki geta tengt við þetta en er í þurfi fyrir vinnu, þá mun hún koma. Allavega, ég fæ nýja vinnu 2025. Bíllinn sem ég var svo þakkláttur fyrir, fyrstu skilaboðin sem ég þurfti að senda á alla vinnufélagana voru þessi. Ég var að fara með hundi minn, þennan nýskeiða hund til læknis og það var einhvers að keyrði á bílinn minn og hann er ónýtur. Ég kemst ekki í vinnunni í dag. Jóakim minn, bassalekarinn, hann fermdist og blessaðist, köllum það hér. Eygló útskrifast til kennari. Við fengum að fara til útlanda. Það er svo margt sem ég get verið þakkláttur fyrir. Mér langaði aldrei til Finnlands aftur. Ég hafði farið til Finnlands einu sinni áður og það var ekkert í mér sem langaði að fara þangað. En við fórum. Elsa systir á heima þarna, ég fór á heimsótt hana fyrsta skiptið og það er ekki hennar vegna að ég vildi alls ekki fara aftur. En við fórum aftur og það bara var ný borg. Þetta var allt annað. Og í dag var ég alveg til að heimsækja Helsinki aftur. Þannig að ég átti afmæli í gær. Þannig að ef það er einhver sem að lumar á... Nei, þetta var grín. En þetta er alveg afmælismánuður, þannig að það er ekkert að gerast í dag. Já, við fórum til Finnlands og Danmerkur. Við fengum nýjan bíl. Viktoría fór í nám í háskólanum aftur. Svo svona eitt af því sem ég er hvað stoltastur af mig sjálf á mig, það er að við komum músíkinni frá veginum inn á Spotify. Er eitthvað þakkláttur fyrir það? Já. 2 flott. Ég er glaður að hafa gert þetta fyrir ykkur. Já. Og svo lendum við í að önnur og 2 tengdamaðurum mínum féll frá sem var algjört sjokk. En það sem að gerist hérna, það er alls konar hlutir jákvæðir og neikvæðir. Vitnisburðurinn er þessi. Lífið gerist. En í öllu þessu komum við út sem sigurvegarar. Herri, ég með því. Svo gerist það að þetta ár byrjar. Og ég frétti á 50daginn að Hjálpræðisherinn, einhver herforingjar þaðan frá Noregi og þessir íslensku, þeir eru að koma til Íslands og ætla að fá að vera hérna á fundi inn í Reglu. Þeir eru að nota þann hugbúnað. Og ég hugsa frábært maður, ég elska Hjálpræðisherinn og ég elska þessa hugsun sem Hjálpræðisherinn hefur og mér finnst allt eitthvað bara fallegt við þetta. Ég hef alltaf borið virðingu fyrir líka þegar fólk getur staðið bara í búning inn í bæ með gítar og ekki endilega verið tónlistarmaður eða söngvari, heldur trúboði. Og þú stendur teinréttur og þú syngur og þú upphefur þinn Guð og þú segir fólki hver leiðin er til hjálpræðis. Það ber ég virðingu fyrir. Og þegar þetta fólk er að koma, þá kom eftir hádegi, þá er ég svona einhvern veginn í hádeginu
Og ég, þú veist, ég bara þannig gerður að ég segi við fólk, þú veist, mér finnst það svo frábært að herinn koma. Og ég ber svo mikla virðingu fyrir svo stofnandanum þeirra á eitthvað. Og þá segir einhver, getur ekki sagt okkur söguna þeirra? Og ég fer í gegnum söguna, af hverju William Booth hafði stofnað herinn og allt þetta. Og ég gerir ráð fyrir að þið þekkið þessa sögu. Þetta var auðvitað vegna þess að kirkjurnar voru með svo fínt teppi að það mátti ekki koma inn með fólk sem var skítugt. Þannig að hann var að stofna nýtt til að geta tekið fólki, hugsið ykkur. Þetta teppi hérna er skítugt. Ekki af ágjör af þessu. Takiði fólk með ykkur. Ok? Við erum ekki hræddir þetta teppi. Það má kaupa nýtt teppi. Við getum líka verið með steipugólf. Það skiptir ekki máli. Fólk, aðrir, það skiptir máli. Og svona þegar ég er að segja þetta, þú veist, súpa, sápa, hjálpræði og tala nú ekki um gömlu góðu gildin, blóð og eldur. Hvað er margir sem tengja við blóð og eldur? Þú veist, við erum að tala um eldin sem brennir burt og allt sem er ekki fætt af Guði og helgar okkur. Við gefur okkur þrá til að ná til fólks með fagnaðarboðskapurinn Jesú krossfestan, dáinn og uppreisinn. Blóðið sem rann til þess að við mættum eignast eilífa lífið í honum. Þetta skiptir máli og þetta var ég að segja þeim. Við förum bara ekki til himna nema að taka við Jesú. Þannig að vinnufélagir mínir hafa fengið að heyra fagnaðarindið. Ok, hafa vinnufélagir þínir fundið? Takk. Mér finnst það bara, þetta er mikilvægt. En allavega, nóg að þessu. Við ætlum að fara í predikudagsins. Efesus 6, 13-18. Takið því alvæpni Guðs til þess að þeir geti veitt mótstöð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þeir hafið sigrað allt. Standið því girtir sannleika lendariðar og klæddir brynju réttlætisins og skóaðar á fótum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Svo kemur versi sem við ætlum að halda aðeins í. Takið umfram allt. Sjáu þetta. Takið umfram allt. Allt hitt. Þú veist. Umfram allt skjöld trúarinnar. Sem þeir getur slögt með öllin eldlegu skeyti hins vonda. Takið í hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjörið þetta með bænbeiðni og biðið á hverri tíð í anda. Heyrðu það. Biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Það eru við. Ég ætla að vera árvakur og biðja fyrir ykkur. Og ég ætla að vera með heimtingu á að þið verið árvök og biðjið fyrir mér. Er þið til í það? Vegna þess að trúin er gjaldmiðill Guðsríkisins. Því að það er fyrir trú sem við fáum hjálpræði. Við komum fram fyrir Guð í trú. Og hann svaraði þér með hjálpræðinu. Og öll önnur loforð sem hann hefur veitt okkur, öll loforð heiminsins eru aðeins leyst út í trú. Það er ekkert á neinn annan hátt. Það er bara trú. Við verðum því umfram allt að taka skjöld trúarinnar. Við verðum að halda þessu skildi, við verðum að passa upp á hann skjöld. Hann þarf að vera eitthvað sem við erum alltaf með. Því að við getum tekið öll hinn vopnin, en án trúar verða þau hálfbitlaus. Og verða meira og minna svona nauðvörn. Þú veist, það er einhver að koma að berja og þú ert einhvern. En ef þú ert í trú og þú veist fyrir hvað þú stendur og veist hvað er að fara að gerast, þá er þetta ekki lengur einhver nauðvörn, heldur að þú að keyra áfram. Og það er því brýnt að halda í og verja trúna og ganga út í trú. Og þetta er svo mikilvægt bara fyrir árið sem eru að koma, að við gerum þetta. Vopnin sem við eigum eru hálfbitlaus ef við komum fram í ótta. Því óttinn knýr ekki fram það sem við þurfum, sem er Guð á bakvið þessi vopn.
Við þurfum að virkja þessi vopn með sóknarhug en ekki óttaslegin nauðvörn. Hebreabréfið 11:6 hann segir þar, en án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim sem leita hans. Trúin er öryggi okkar í því að Guð gerir það sem hann getur gert, það sem þú getur ekki gert, það sem hann getur gert. Heyrðu ég með því? Hvað eru margir sem hafa heyrt Spartverja? Einhverjir? Já, sko. Spartverjar voru hópur fólks í Greiklandi og svona á því svæði með rosalega flott sixpack og eightpack. Nei, það voru bara til bíómyndir ekki það. Þeir ólu upp drengina sína frá 7 ára aldri til 20 ára til þess að verða stríðsmenn. Gaggjart. Þeir voru teknir af heimilunum sínum 7 ára gamlir. Þeir alast upp með sinni hersveit, setti strax í hersveit. Þú ert með þessum mönnum. Og þeir lærðu að þekkja hvern annan, styrkleika hvers annars, veikleika hvers annars. Þeir gátu staðið saman og þeir gátu barist gegn hverju stríði sem kom gegn þeim. Og það var þannig með borgir Spartverja að þær voru ekki vígirtar. Flestar borgir voru vígirtar. Það er að segja með múra. En ekki þeirra. Af hverju? Af því að þeir vissu að ef einhver kemur gegn þeim, þá myndi ég aldrei fara einn gegn óvinunum. Ég væri alltaf með menn með mér. Alltaf. En það sem var svo merkilegt við þá, var að þeirra aðal vopn og var skjöldurinn. Hann mátti þeir aldrei týna. Þeir mátti aldrei týna skildinum. Því án skjaldarins gastu fengið sár og sár á þessum tíma gat drepið þig. Þannig að þú varðst að eiga skjöldið þinn. Og skjöldurinn var svona arfleið, gekk mann frá manni. Og ef þú varst búin að tapa skildinum, þá komstu ekki heim. Þú leitaðir að skildinu þínu, þú skildir finna skjöldin. Tvítugir máttu þeir snúa heim. Þeir átu, þeir sváfu, þeir gerðu allt lífið saman 7 til 20 ára. Ægi. Undirbúningur. Ef skekinn eða kem einhver árás, ef að þeir þyrftu að fara eitthvað að gera árás, þeir væru tilbúnir. Af því þeir voru agaðir. Það var verið að undirbúa þá fyrir lífið. Og þeir vissu að lífið gat verið alls konar. Og það er nefnilega þannig að heimurinn hérna úti, hann elur upp neytendur. Vissuð það? Er einhverjum sem upplifa það? Það verður enginn að halda í jól. Guð elur á sér hermenn. Þetta var svo notalegu söngur hérna áðan. Guð elur á sér hermenn. Nútíminn sem að lyftir öllum þægindunum framan í því, þú mátt ekki opna Facebook eða hvað sem er. Alltaf skulle vera auglýsingar með ekki þægindi. Nútíminn sem lyftir upp þessu tilætlunarsemi, lyftir þessu upp að allir verða að fá bikar. Hafið pælt í þessu? Og hvað er maður að ala upp? Þú veist, ekki hafa því frammi. Guð vill fá að sjá andlega sterka og vel þjálfaða einstaklinga sem fylgja honum í einu öllu. Og svona eins og Spartverjarnir þjálfuðu ungviðið sitt fyrir erfiðisvinn og stríðsátök, þá eigum við kristnu að vera tilbúin undir andlegt stríð og ekki endalaust að vera að pakka okkur í búmul.
að því að þegar þú tekur við Kristi þá ert þú gengin inn í andlegt stríð. Það er bara það sem gerist. Það er óvinnur sem að vill ná þig niður. Við þurfum að huga að aga framar eigin gindum. Við þurfum að vera öguð. Og árið 2026 er þetta ár í okkar lífi. Þar sem við ætlum að vera öguð. Og kannski bara jafnvel betra, að því að sko, ég elska ykkur, ok. Ég vildi bara vera sem það heyrðu það. Stelpunarinn í þessari kirkju, mér finnst þær frábærar. Þær hittast hérna reglulega, biðja saman, lesa saman og eru býsna agaðar í þessu. En strákar, nú ætla ég að tala til ykkar. Við verðum að vera agaðir í þessu líka. Við verðum að vera agaðir í bæninni. Við þurfum að koma saman jafnvel eins og stelpurnar koma saman og þær eru að biðja. Við þurfum að koma saman og biðja. Við þurfum að koma saman og berjast. Við þurfum að standa saman. Heyri ég? Já. Fleiri konur sem sögðu amen samt, þetta eru kallar. Við þurfum að vera agaðir í bæninni. Já, þetta er alltaf að koma. Við þurfum að vera agaðir í bæninni. Atna. Við þurfum að vera agaðir í orðinu. Og við þurfum að vera agaðir í karakter okkar. Af hverju kom svona fá amen þarna? Við þurfum að vera agaðir í karakter okkar. Og þegar að því kemur að segja nei við allri synd. Nei. Þegar að kemur að segja nei við syndinni, þá þurfum við strákar að vera agaðir. Heyri amen við því? Amen. Já. Þetta þýðir nefnilega alveg ýmislegt. Þetta þýðir að þú ert ekki giftur henni, þá þurfum við að bjóða henni upp á hring. Heyri ég amen við því? Amen. Það eru alls kyns svona hlutir sem við þurfum að skoða í okkar lífi. Með karakter okkar. Amen. Og því að segja nei við synd. Því án aga í þessum efnum, þá er hættið því að við verðum máttvana kristnir. Þú veist, Spartverjarnir, þeir fóru gegnum gríðarlegar æfingar og þeirra árangur var byggður á þessum æfingum. Við sem kristnir karlmenn þurfum að æfa okkur. Við þurfum að koma saman og æfa okkur. Maðurinn sem er hérna eins og Don Quixote og er bara skilmastu einhverjar vindmylur, hann nær engum árangri. En maður brýnir mann og við ætlum að hittast. Og við ætlum að gera þetta saman. Við ætlum að standa keikir fyrir kirkjun okkar, fyrir fjölskyldun okkar og fyrir þjóðin okkar. Já, 2. Við ætlum að gera þetta saman, strákar. Þarna. Þetta er ægi og þetta er úthald. Guð vill sjá karlmennsku. Nú er allar stelpunar. Nei, ég held að það vilja þetta líka. Sjá karlmennsku og leit og hæfni endurreista í kirkjunni. Stendur í 1. Korinthubréfi 16, 13-14 og við ætlum að lesa þetta í 1981 útgáfunni. Þannig að þessa nýja útgáfan er bara ekki rétt. Og þetta getum við skoðað ef við viljum skoða þetta í Strongs, biblíuleiklunum. Þið getum fundið þetta í meira meina öllum ensku þýðingunum, þar sem þetta er öðruvísin á íslensku. Ok, vakið, standið stöðugir í trúnni, verið karlmannlegir og styrkir. Hann er að tala til ykkar, strákar. Og svo segir hann, og allt sé hjá yður í kærleika gjört. Við, strákar,
karlmenn í kirkjunni, við þurfum að þora að stíga inn í biblíulega karlmennsku. Ekki að vera rándýr, ekki að vera óhugulegir, heldur við að vera verndandi. Við höfum að geta vernda fólki okkar. Við höfum að vera leiðtogar en ekki letidýr. Heyri ég að með því. Þegar eitthvað kemur upp og þú veist að það ættir að standa upp og fara að biðja fyrir einhverju, en þessi þáttur bara svo rosalegur og ég ætla bara aðeins að slaka. Við erum ekki þar. Við höfum að sjá fyrir fjölskyldur okkar, andlega, tilfinningarlega og hvaða hátt sem er. Við eigum að sjá fyrir þessu. Og nú er ég ekki að segja að konurnar séu stikkfrí eða við ætlum að tryggja það að þær séu bara heima einhvers staðar á bak við eldavél eða þvott. Nei, bara fyrir aftan hana. Nei, við erum ekki að tala um það. Við erum að tala um að við þurfum að taka okkar stöðu. Þær með að vinna og þær með að gera það sem það þurfa að gera. Þær með að skipta um dekk. En þú mátt líka bjóðast til þess að hjálpa. Því ef að við strákar slökum á í þessum hlutverkum eða verkefni sem Guð hefur gefið okkur, þá munu fjölskyldunar okkar veikjast. Ef að við sem höfu fjölskyldunar erum letidýr. Ef við sem karlmenn í kirkjunni erum letidýr og ef við sem karlmenn í þessari þjóð erum letidýr, þá mun þetta allt saman veikjast. Og á sama tíma við segjum þetta, þá erum mjög þakkláttur fyrir konur sem standa upp, gera sitt, biðja og berjast. Og ég veit að ég var ekkert á þessum stað sem ég var ef að mamma til dæmis væri ekki statt og stöðugt að biðja fyrir mér. En svo verð ég að horfa áfram. Því eins og mamma sagði, hún á ekki nema kannski 30 ára eftir. Svo kom að mér, eða núna. Við verðum, sem kirkja núna, að þjálfa upp næstu kynslóð. Ég er svo þakkláttur fyrir Guðrúnu Helgu sem hefur tekið þess að vera unglingaleiðtogi. Hún er að þjálfa upp næstu kynslóð. En við foreldrar í kirkjunni, við eigum líka að ala upp næstu kynslóð. Við höfum ekki bara að láta þau vera, við höfum að hjálpa þeim að læra þetta. Hvernig berst ég? Hvernig ger ég þessa hluti? Það stendur í Orðskjörnum 22:6, fræð þú sveininn veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki víkja á honum. Ef við gerum þetta ekki sem kirkja, sem fjölskylda, að ala upp næstu kynslóð, þá erum við bara óbúslega misheppnuð félagsmiðstöð. Menna, er það ekki? Við þurfum að koma því til leiða til næstu kynslóðar sem við höfum fengið. Við verðum að ala upp unga menn og ungar konur með alvöru andlegan grunn. Við verðum að passa ofvernd ekki í næstu kynslóð. Við þurfum að taka þau með okkur í bænahópa. Við þurfum að fá þau með upp til fyrirbænar og við þurfum að leyfa þeim að koma með. Ef ég er í þjónustu að biðja fyrir einhverjum, þá er alltaf lagi að þau koma með. Þau þurfa að læra að biðja og þau þurfa að læra að biðja fyrir. Og við þurfum að kenna þeim að predika fagnaðarerindið. Því án þess að fólk heyri fagnaðarerindið, það fer það ekki til himna. Og það er ekki á þeirra ábyrgð. Á hvers ábyrgð haldið það sé? Það er okkar ábyrgð. Þegar við erum að berjast í andanum, þá tökum við börnin með. Svo þau læri hvað það er að berjast í andanum. Svo þurfum við að hætta að vera á bremsunni
Við sem kirkja verðum að standa gegn ótta. Við verðum að standa gegn málamiðlun. Og við verðum að standa gegn allri menningu sem kemur gegn Guðs orði. Og þess í stað verðum við að skapa umhverfi sem elur upp hugrakka, málamiðlunarlausa einstaklinga sem standa á sannleikunum, sem þola andlega átök og sem geta barist í andanum fyrir sinni fjölskyldu og sínu nærumhverfi. Þetta verðum við að gera. Þess vegna erum við kirkja, til þess að við getum lært þessa hluti. Og eins og ég sagði áðan, við verðum að skilja þegar við frelsumst, þá erum við að stíga inn á vígvöll. Við erum í andlegu stríði. Og það eru þetta bara þannig að þeir sem eru velþjálfaðir, vakandi, agaðir, munu koma tindrættir út úr þessu. Því að á vígvöllunum, vígvöllurinn er einhvern veginn ekki vígvöllur nema þú sért til dæmis ekki einn. Heldur að það er einhver mótið þér. Þannig verður vígvöllur að vígvelli, annars er þetta bara völlur. Og við viljum okkar fólk, okkar kynslóð, næsta kynslóð og eða núverandi kynslóð munu geta staðið í fæturnar. Og þetta krefst af okkur árvirkni og iðrunar og að við förum að treysta Guði í einu og öllu. Guð er ekkert að fara að reisa einhverja mjúka kynslóð sem eru uppfulla meðvirkni og ótta. Hugsa ykkur kirkju sem er hrædd við álit annara umfram það sem orð Guðs segir. Hann ætlar að ala upp agaða, hugrakka og andarsfyllta hermenn sem standa á orði Guðs. Það er karlahópur í kirkjunni. Og það hefur verið býsna vel mætt, en það er pláss fyrir fleiri. Hvað eru margir karlar sem eru ekki í karlahóp? Nei, hvað eru margir karlar í karlahóp? Það er 50 annað hver, já. Ekki núna heldur næst, einmitt. Ekki 50 núna, heldur næsta. Þá er karlahópur. Af því að við strákar erum öðruvísi en þær. Þær eru hins vegar að hittast á miðvikudögum og það er ekkert eini munurinn á okkur. Þú veist, það er ekkert eini munurinn að þær eru á miðvikudögum og við á 50. Við erum bara kallar. Við þurfum bara aðra hluti. Við þurfum að vita hvað kalla á að gera. Þær vita hvað konur er að gera. Og svo komum við saman og erum kirkja. Ég hveti ykkur alla til að mæta í kallahóp, til að brýna hvort annan. Heyri amen við því. Og það á kannski ekki síst við mig og aðra öldunga í kirkjunni, karlkyns öldunga í kirkjunni, eða bara yfirleitt andlega leiðtogi í kirkjunni. Þetta er okkar ábyrgð. Við ætlum að mæta, við ætlum að gera þetta ykkur. Heyri amen. Hvað eru það margir í karlahóp? Já, nú er alltaf fleiri hendur. Það er einn og einn svona sem er ekki, en það er alltaf lagi. Til þess að klára vitnisburðinn minn. Ég sagði þeim í vinnunni líka frá því að nokkrum árum eftir að William Booth dó, hann skrifaði alltaf fréttabréf einu svona ári, þar sem hann sagði að meðan að ein kona þjáist eða eitt barn, eitthvað, þá munum við berjast, þá erum við til.
Og svo enda hann sko næst síðasta bréfið, þá var það bara þessi setning og William Booth. Og síðasta fréttabréfið hans endaði bara, eða sagði bara others, William Booth. Því allt skipti máli að við gerðum eitthvað fyrir aðra. Við þurftum að vera til staðar fyrir aðra. Nokkrum árum eftir að hann lést, þá var svona alþjóðleg ráðstefna í London, þið hefur kannski heyrt mig segja þessa sögu áður. En það var alþjóðleg ráðstefna í London og það var unglingahópur frá Kanada sem stökk upp í skip og ætlaði að fara á þessa ráðstefnu. Og af því að þau voru unglingar og þið vitið hvernig unglingar eru, þá voru þau sett á versta skipinu, efst upp í skipið, þar sem öll veltan var og allt þetta. En svo byrjar skipið að sökkva miðju Atlantshafi. Og þetta svo sem ekkert fyrsta skipið sem sekkur. En þessir unglingar, þeir heyra viðvörunarbjöllurnar og allir út. Og af því þau voru á svo ógeðslega lélegum stað, þá voru þau náttúrulega strax komin í vesti, því það var bara næsta geymsla, var vestageymsla. Og svo voru bara örfáir björgunarbátar og aldrei nóg fyrir alla. Og þau voru náttúrulega á besta stað og fengu þessi sæti. Og þar sem þau eru í bátunum með björgunarvestin, þá sjáðu að fólk að detta ofan í sjóinn og að drukkna. Og það enda með því að þau fara úr bátunum og þau taka af sér vestin og henda til hinna og fólk náttúrulega grípa vestin. Þakklátt fyrir lífbjörgina. Horfir svo í augun á börnunum og hugsa að ég er búinn að lifa allt lífið. Þessi krakkar er lífið framöndan, ég hendi vestinu tilbaka. Fólk gríti vestunum tilbaka og þá grípa krakkarnir vestin, henda þeim aftur og segja ég dey betur en þú. Ég dey betur en þú. Ég veit hvert ég fer þegar ég dey, en þú verður að eignast lífið í Kristi. Nokkrum árum eftir þetta slys, þá er minningarathöfn þetta og fólk sem kom þarna mátti tala, fólk sem hafði upplifað þetta mátti tala og þetta var vitnisburður ófárra að þarna björguðu þessi krakkar ekki lífi mínu einu sinni heldur tvisvar. Ég fekk tækifæri til að kynnast Jesú og þetta er eitthvað sem við ætlum að taka með okkur inn í 2026. Hvernig get ég hent mínu björgunarvesti til næsta manns? Hvernig get ég sagt fólkinu frá því sem ég hef fengið að upplifa og að þú verður að fá upplifa? Amen. Þá ætlum við að fá lóðgjörðhópinu upp. Við ætlum að bjóða fólki til fyrirbænar. Ef það er eitthvað sem vill fyrirbæn, þá er ykkur velkomin að koma. Og svo erum við með bænaklúta hérna sitt hvorum megin. Það er ekki rétt mér að séu sitt hvorum megin. Beggja vegna. Þannig að ef þið viljið og þekki einhvern sem er hjálparþurfi, þá má biðja fyrir svona klútum, koma með þá og gefa viðkomandi. Það eru fordæmi þetta í Póstólasögunni og ef þið viljið vita eitthvað frekar þetta, þá megið bara koma og tala við okkur. En annars er ykkur velkomin að koma og biðja. Við erum til að standa með ykkur í trú fyrir hverju sem er. En annars erum við hérna með þessa fínu hljómsveit. Og við ætlum að syngja eitt lag í lokin. Amen.
Jesu gleði mín. Þúsund sinnum halleluja, getur dýna syngjum við.